Hingað kominn Óttar Proppé, heilbrigðisráðherra. Sæll vertu Óttar, þetta nú yfirgripsmikið mál, þessi heilbrigðismál og flókin og auðvelt að týna sér í smáatriðum, en við ætlum að reyna að tala þér hérna næstu mínúturnar. Sko, þú náttúrulega ráðherra, kannski sá ráðherra sem hefur lent í svona erfiðustu málum síðan ríkisstjórnin tók við og sætt mikilli gagnrýni. Sumir samherjar þínir hafa verið að yfirgefa þig, stjórnarandstaðan eiginlega held ég bara megi segja hamast í þér. Og mér langar svolítið að spyrja bara og biðja mig að segja mér svolítið örstutt, þegar þú tekur við heilbrigðisráðuneytinu, hvaða sýn hefurðu á það sem þú vilt gera annað en að vera bara það maður sem dettur eiginlega óvart inn í ráðuneyti, svona óforvarandis? Já, sko ég hef nú ekki alveg verið að sammála þessari sögurskoðun þinni að þetta hafi allt verið einhver endalaust slagsmál vegna þess að sko heilbrigðismálin eru lykilmál í hugum kjósenda voru það fyrir kosningar, voru lykilatriði í kosningunum og þess vegna lögðum við áherslu á það í Bjartri framtíð og ég að fá heilbrigðismálin og vinna í heilbrigðismálum að væri formaður í stjórnarflokki sem að væri í heilbrigðismálum. Þú sóttir sem þetta fá ráðunni? Já, sóttist eftir því. Já. Og það náttúrulega vegna þess að ég deili þessari sýn með almenningi sem hefur komið fram margoft og að þetta eigi að vera forgangsmál, heilbrigðismálin hafi verið svelt, hafi verið í ólagi, að við séum með óskýra stefnu í því hvernig við byggjum upp heilbrigðiskerfið með veika heilsugæslu og svo framvegis. Þannig að mín sýn að styrkja þetta kerfi og styrkja svona heildstætt, styrkja kerfið frá ef að kalla það frá vöggu til grafar eða frá heilsugæslu og alveg til sjúkrahúsa. En ertu að fá einhvern stuðning í ríkisstjórninni við að gera þetta? Manni finnst stundum eins og þú afsakar að ég skuli segja þetta, manni finnst stundum eins og að þú, við erum þessi ríkisfjármálaáætlunina og að þú sést bara eins og þú hafi verið plataður inn í þetta. Ég finnst það mjög undarleg upplifun vegna þess að heilbrigðismálin eru í meiri forgangi heldur en nokkur annar málaflokkur í fjármálaáætluninni. Við erum með það bil 10% raunhækkun á útgjöldum til heilbrigðismála núna í ár frá því í fyrra, 2017 frá 2016. Við erum að halda þessu og síðan erum við að byggja ofan á þetta rúmlega 20% aukningu í fjármálaáætlun á næstu árum. Við erum að fjármagna uppbyggingu á nýjum Landspítala sem sennilega stærsta verkefni í heilbrigðismálum og ekki tekið út fyrir sviga þetta stór hluti af því að skýra og styrkja heilbrigðiskerfið á þessum tíma. Þannig að ég En það tekur náttúrulega langan tíma að byggja spítala og meðan kerfið í uppnámi og fólkið fær ekki þá þjónustu. Og við þurfum að gera hvort tveggja í einu, ég alveg sammála því. En þannig að ég vil ekki vera sammála því að heilbrigðismálin séu ekki í forgangi, en ég get hins vegar alveg tekið undir það að maður getur alltaf notað meira fjármagn. En segðu mér, þessi gagnrýni landlæknis sem manni finnst vera dálítið og það maður kannski summaði upp með það að við erum með opinbert kerfi sem á föstum fjárlögum og kannski í nokkru svelti og síðan eru við með einkastofulæknana sem eru í uppmælingu eins og það var kallað hjá iðnaðarmönnunum í gamla daga, þeir geta bara haldið áfram og kostnaður við einkastofureksturinn eykst alltaf en það er þrengt á opinbera kerfinu. Þetta það sem að landlæknir að tala og hann segir beinlínis að þetta ógni öryggi sjúklinga. Já, ég get tekið undir með landlækni að þetta sé óskipulagt kerfi og ég held að við höfum haft til einhverja áratuga þá hefur vantað dálítið sýn á það hvernig við viljum byggja upp heilbrigðiskerfi hérna og það að vera með öðruvísi fjármögnun á opinbera kerfinu, á opinbera sjúkrahúsunum og síðan á stofum og rekstri lækna, það náttúrulega ekki gott og það hefur gert að verkum að styrkurinn í kerfinu hefur færst. Við höfum til dæmis séð að heilsugæslan, hún hefur virkilega látið undan síðustu áratugi og sérstaklega síðustu 10 árin. Hún náttúrulega bara alveg í ferlega vondu ástandi. Já, góðu fréttirnar eru þó að það búið að taka dálítið til. Núna áramótin þá tók í gildi nýtt fjármögnunarkerfi fyrir heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu og við erum strax að sjá að framleiðin eins og það heitir fjöldi heimsókna og svo framvegis að aukast, þannig að kerfið að styrkjast aftur og það verið settir talsverðir fjármunir strax núna í ár og áfram í fjármálaáætlun til þess að styrkja einmitt heilsugæsluna og eitt af því sem svona
lykilatriði sem við setjum fram í fjármálaáætlun, að það að tölur sýna núna að bráðamóttaka Landspítalans, að 20% af sjúklingum sem þangað kemur hefði geta fengið lausn sinna mála í heilsugæslunni. Þannig að við stefnum að því á tímabilinu að byggja þannig upp að þetta hlutfall lækki niður í 10%, sem nú kannski ekkert ofsalega metnaðarfullt, en samt það stórt átak. Þannig að ég held að hluti að vanda heilbrigðiskerfisins að við erum að leita á vitlausa staði. Einstaklingunum veit jafnvel ekki hvert hann á að leita. Og við erum oft að fá þjónustu á röngum stað og á allt og dýrum stað. Við erum með hátæknisjúkrahús sem troðfullt af öldruðum sem eiga við veikindi að stríða, en þurfa ekki að vera inn á hátæknisjúkrahúsi en komast ekki burt. Þannig að það allt þetta flæði í kerfinu sem við þurfum að byggja upp, og við þurfum dálítið að setja stefnu, og það vinna sem ég búin að setja af stað í ráðuneytinu. Það að setja heildstæða stefnu fyrir allt heila klart. En nú ertu með í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, og Sjálfstæðisflokkurinn, allavega stórhlutans, trúir beinlínis á einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu og aukna einkavæðingu. Reyndar þetta svo óljós, við erum annars vegar með einkareksturinn og svo værum við með hreina einkavæðingu og þá aðilar sem beinlínis væri að borga sér út arð úr heilbrigðiskerfinu. Þar erum við komið með síðan einkastofur eins og Klíníkin, og maður sér ekki betur en einkastofur eins og Klíníkin ætli sér, og það nú kannski svolítið samræmi með það sem landlæknir að segja og forstjóri Landspítalans, einhvern veginn að fleyta rjóman af kerfinu. Já, það ákveðin hætta auðvitað, og ég vil nú ekki taka undir það að Sjálfstæðisflokkurinn sé einhvern veginn sem einhvers konar apparat að berjast fyrir því, vegna þess að við byggjum auðvitað stjórnarsamstarfið á stjórnarsáttmála. En ef þú sveltir kerfið, þá hrekst þetta út í einkapraktísinn, og það virðist vera það sem hefur verið að gerast. Það hefur verið að gerast síðustu áratugina, og ég reyndar ekki, leyfum mér að segja að sumuleyti sé það kannski ekki endilega eitthvað rosalegt plott í bakherbergjum, heldur hafi það gerst vegna stefnuleysis frekar. Og það ekki stefna þessari ríkisstjórnar að einkavæða eða stór auka einkarekstur í heilbrigðiskerfinu, alls ekki, bara svo það sé sagt, því að því hefur gjarnan verið haldið fram. Hins vegar að þá til dæmis eins og þegar kemur að einkasjúkrahúsum, og nú erum við ekki bara að tala um Klíníkina sem hefur verið mjög hátt í umræðinni, heldur líka til dæmis fyrir eitthvað ári þegar stóð til að byggja risastórt einkasjúkrahús í Mosfellsbæ, að þá kemur í ljós að lögin, lagaumgjörðin það hvernig tekin ákvörðun það hvort þetta sé leyfilegt eða fái leyfi og svo framvegis, ekki nógu skýr. Þess vegna ég líka að vinna í því í ráðuneytinu að skoða það hvort það þurfi ekki að fara fram á það við löggjafann, að þetta verði skýrara í lögum. Vegna þess að ég skammast mín hálfpartinn fyrir það að hafa setið á þingi hérna fyrir rúmu ári þegar þessi umræðu Mosfellsbæinn kom í ljós að það í raun og veru væri ekki lagastoð til þess að standa á móti slíku, að þingið skyldi ekki hafa brugðist við. Þannig að það þarf að setja lög til þess að stoppa svona... Þetta byggir auðvitað allt saman á lögum. Allt mitt starf og starf ráðuneytisins byggir á lögum. Og myndu beita því fyrir svona lög verið sett? Já, ég að láta skoða þetta, að þetta verði skýrara. En svo erum við með anga af þessu sem svo að nú allt í einu farið að, eða allt í einu, nú til dæmis samkvæmt Evróputilskipun, og þar Klíníkin að senda fólk út, það að senda fólk út í aðgerðir, eða býður lengi þá hefur það rétt á því að fara út í aðgerðir, og nú segir forstjóri Landspítalans að þetta sé mjög vond meðferð á skattfé. Þetta svolítið furðuleg meðferð á skattfé, ég get tekið undir það, og við erum auðvitað með kerfi sem búið að vera fjársvelt, bæði sumt lengi og óskipulagt, en sérstaklega eftir hrunið, og við höfum verið hægt og rólega að byggja upp, og núna sérstaklega síðustu árin þá hefur verið sett mikið fé inn í heilbrigðiskerfi sem hefur fyrst og fremst farið í að hækka laun og til þess að hjálpa til við mönnun. En við sjáum það bæði í auknum biðlistum, við sjáum það líka í til dæmis hægari upptöku á nýjum lyfjum heldur en við höfum séð í löndunum í kringum okkur, að við höfum þurft síðustu árin og erum að því áfram að vera í sérstökum átökum til þess að ná í skottið á okkur þegar það kemur að þessu. Við höfum verið að skoða, og ég beði landlækni að skoða sérstaklega hvernig við erum að meðhöndla biðlista á Íslandi. Það að segja hvort að þeir séu nógu samhæfðir, hvort það séu nógu örugt, að þeir sem að þurfa virkilega mest á þjónustuna að halda að það sé forgangsraðað á biðlistana fyrir þá. Og svo erum við auðvitað í stóru núna 3 ára átaki til þess að taka á biðlistum á ákveðnum tegundum aðgerðum. Og það hefur gengið ágætlega að minnka, að lækka biðtímann. Viðmiðið að ná honum innan við 90 daga. Við erum svona hálfnuð þangað
og svona erum að vonast til þess að komast þangað á næsta ári. En þetta dálítið svona verkefni sem að klárast ekki einn fyrir og á sama tíma við erum að vinna í þessu og sama með inntöku lyfjanna. Það þurfum alltaf að rjúka til. Við erum í átökum vegna þess að við í raun og veru vegna þess að við sátum eftir. Hræðilegt þegar maður heyrir að fólk fá ekki krabbameinssjúklingar fá ekki lyfin sem að þau bestu lyfin sem eru fáanir. Við náttúrulega viljum ekki hafa það svoleiðis. Já, við erum náttúrulega að taka inn ný lyf og við höfum verið að taka inn meira heldur en við gerðum eftir hrunið, þar sem að var eiginlega allt stoppað. Ný og dýr lyf, að þau eru auðvitað mikilvæg, það ekki alveg örugt að þau séu alltaf best, sko. Þess vegna mikilvægt fyrir Íslendinga að við fylgjum því sem að gerast í öðrum löndum, að við séum að skoða hvernig reynslan af lyfjunum í Evrópu og sérstaklega í Norðurlöndunum. Og við erum að reyna að vinna með lyfjagreiðslunefnd sem að heldur utan þessi mál í samvinnu við Landspítalann sem að setur forgangslista að gera þetta jafnari inntöku heldur en hefur verið. Þar sem þetta hefur verið stopp og síðan þegar allt komið í klessu þá hefur verið rokið til og tekið inn. En við höfum verið að taka inn ný lyf núna síðustu 2-3 árin aftur eftir algjört frost eftir hrunið. Og það bara tekur smá tíma að fara í svona átök eftir svona áfall, sérstaklega vegna þess að þú þarft að halda öllu apparatinu gangandi líka á sama tíma. Það sama sagan með uppbyggingu á nýjum Landspítala sem náttúrulega lykilatriði í spítalaþjónustunni á Íslandi, að á sama tíma við erum að byggja hann upp, þá verðum við líka að halda upp í spítala sem alltaf að fá meiri og meiri verkefni. Og hluti af því að hjálpa spítalanum með því til dæmis, núna erum við að taka seinna á árinu nýtt sjúkrahótel í gagnið. Við erum að fjölga rýmum fyrir aldraða til þess að þeir komist út af spítalanum og svo framvegis og svo framvegis. Þetta mjög flókið og skemmtilegt net, gaman að vinna í þessu, sérstaklega þegar maður veit að maður hefur stuðning þjóðarinnar til þess að gera betur. En þetta gerist ekki yfir nótt. Stuðning þjóðarinnar? Já, til þess að gera betur. Ertu, svo annað sem að, og ég var nú eiginlega beðinn að spyrja að þessu, það nú erum við að möndla með kostnaðarþátttöku sjúklinga. Það verið að létta af þeim sem að hafa þyngstu byrðarnar, en það verið að þyngja þeim sem að verða sjaldnarveikir. Og þetta eiginlega, kerfið gengur út á það að við erum kannski ekki að setja svo mikið nýtt fjármagnandi, við erum bara að breyta svolítið hvernig þetta leggst á. Þetta svona greiðslujöfnunarkerfi, það reynda verið að setja verulega fjármuni líka í kerfið til þess að bæta í. En getum við haft þetta gjaldfrjálst? Auðvitað getum við það. Ættum við það gera? Getum það, við eigum kannski að stefna því allavega að hafa það mjög mikið lægri kostnaðarþátttöku heldur en í dag. En það kostar verulega peninga og í fjármálaáætluninni þá erum við að setja milljarða í að lækka kostnaðarþátttökuna. Við erum ekki búin að útfæra það umfram greiðsluþátttökukerfi núna. Greiðsluþátttökukerfi nýja að fá milljarð í ár og 1,5 milljarð á næsta ári til þess að lækka kostnaðarþátttökuna. Það var þverpólitísk ákvörðun Alþingis að nota þá peninga fyrst og fremst fyrir barnafjölskyldur, fyrir aldraða og öryrkja. En síðan erum við með meiri fjármuni inn í fjármálaáætlunum til þess að lækka kostnaðarþátttöku og við höfum ekki skilgreint það vegna þess að við viljum fá reynsluna af þessu kerfi. Á að gera það með því að lækka bara almennt, á að gera það með því að taka nýja flokka eins og tannlækningar og sálfræðiþjónustu inn, eða á að gera það með því að lækka lyfjakostnaðinn eða jafnvel að samræma heilbrigðis- og lyfjakostnaðinn. En við viljum lækka kostnaðarþátttökuna. Það kemur fram í stjórnarsáttmála ríkis. Því að það eru heilmiklar byrðar sem veikt fólk á Íslandi ber fjárhagslega og það eru, held ég kannski mörg okkur getur saman og þær eru alltaf þungar. Algjörlega, og það er það mjög stórt mál, þetta greiðslujöfnunarkerfi, greiðsluþátttökukerfi sem að taka núna gildi 1. maí, vegna þess að þar vissulega kannski verið að hækka gjaldið þegar ég og þú förum þarna inn eitthvað, en það er verið að taka niður gjaldið af til dæmis þeim sem hafa verið að greiða 100.000 vegna krabbameins meðferðar og svo framvegis og jafna kerfið fyrir, eins og ég segi, þá hópa sem að svona kannski mest þurfa hjálpa að halda, aldraða og öryrkja. Að lokum pólitíkin í þessu, eins og ég segi, þú berði nú mér mannalega, þú hefur nú verið að fá miklar gussur og til dæmis sá ég nú að Svandís Svavarsdóttir hjá Vinstri grænum var nú eiginlega bara að bera víurnar í því að koma út úr þessari ríkisstjórn og koma í aðra ríkisstjórn og það er sennilega
Ég ímyndi mér að það er þá ríkisstjórn með VG og Framsóknarflokknum og einhverjum slíkum. Já, það eitthvað sem það geti freistað þín? Ég kann að segja eins og sko að fyrir kosningarnar hérna í október að þá var ég nú og Björt framtíð, við vorum kannski meira að berjast fyrir því hvort að við yrðum áfram til eða ekki. Okkar svona áhersla á frjálslynda umbóta pólitík, hún hafði nú kannski ekki beinlínis risið mjög hátt í skoðanakönnunum, en við fengum ágæta kosningu og niðurstaða kosninganna var náttúrulega mjög óljós og eins og þú manst þá var verið að reyna að mynda alls konar ríkisstjórnir í allar áttir. Og ég og minn flokkur við tókum þá afstöðu að við vildum sína ábyrgð með því að fara í ríkisstjórn og ég nú ennþá þeirrar skoðunar að þetta sé betri ríkisstjórn heldur en ýmsar aðrar sem hafa verið á teikniborðinu eins og hefur nú komið fram í blöðum núna undanfarið að menn hafa verið að skoða. Það hefur komið mér eiginlega mest á óvart miðað við aðdragandann hvað þessi ríkisstjórn vinnur samhent saman því þetta eru nú ólíkir flokkar og að mörgu leyti ólíkur kúltúr. Ég held að aðdragandana kosningum og þessi langa stjórnarmyndunartími gerir það verkum að við erum að dálítið meðvituð það að við enginn að fara einhvern veginn að ráða öllu og gera allt í sinni mynd, heldur þurfum við að vinna á breidd og svona að haga málum svona þannig að sem flestir geti verið sáttir það. Þannig að ég vil nú meina að þessi ríkisstjórn hún eigi heilmikið inni og það sé vilji til þess að gera heilmiklar umbætur. Það er frjálslyndur tónn í þessari ríkisstjórn og mér finnst nú bara svona miðað við atganginn, miðað við þá miklu skörpu vinnu sem við þurftum við að skila okkur fjármálaáætlun liggur við bara fyrstu dagana að þá finnst mér bara hafa gengið alveg ágætlega. Þú ert bara ánægður í þessari ríkisstjórn? Já, og veistu það, þegar þú talar að séu margir að hamast í mér og gagnrýna að þá upplifi ég það nú í báðar áttir vegna þess að maður má nú ekki mikið fara út úr húsi heldur á þess að maður fái nú eitthvað jákvætt líka tilbaka. Þó svo að það heyrist nú stundum mjög hátt í einhverju sem hafa vilja sjá púka í hverju horni, þá held ég að það sé nú kannski að hluta til líka vegna þess hvernig pólitíkin nú öll upp í loft einhvern veginn og mjög svona margir sem að vilja kannski frekar svona, hvað var að segja, sjá sinn fugl fegurri heldur en annar. Kári Stefánsson vill og þú segir að þér? Já, ég tók eftir því. Kári, hann kann að orða hlutina, skulum við segja. Hann hefur mjög sterkar skoðanir. Við Kári erum sammála margar hluti. Ég er ekki sammála í þessu. Ég held að það sé ábyrgðarhluti fyrir stjórnmálamann að vera að starfa og koma að málum þar sem hann hefur tækifæri til og reyna að gera hlutina vel. Ég held að það sé hlutverk stjórnmálamannsins en ekki að draga sig í hlé. Óttar, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Stefán Jónasson hér á eftir. Takk fyrir.